Jæja, Sturla Jónsson, fyrrverandi forsetaframbjóðandi, velkomin til mín hérna í stúdíóið. Já, takk fyrir það. Við ætlum að ræða ýmislegt. Sturla Jónsson, maður nú ekki heyrt kannski mikið af þér síðustu árin, en þó, þú varst þjóðþekktur í mótmælum vörubílstjóra árið 2008 vegna olíuverðs, skatta, stöðu atvinnubílstjóra og svo framvegis. Já. Viltu rifja það eitthvað upp? Geturðu það? Það má segja... Viltu það? Já, við getum svo sem tekið núna eins og olíuverðið, hvað er verið að gera við okkur eins og enn, sko, með olíuverðinu, að ég var að skoða, að því núna í dag er hvað, 11. maí 2026, 2008. Við klárum þetta núna með 26 af því að nú er að tala um að fatið af olíunni kostar einhverja $105-6 eitthvað sluðis. Gengið 126-7 krónur á dollaran. En það er ekki margir að velta því upp fyrir sig segi hérna árið 2008. Þá fór tunnan í 147 og gengið í 150. Samt var ódýrara olían ódýrari þá á því gengi heldur en hún er í dag á dælu hér á Íslandi. Jú, hvað er búið að gerast? Voru ekki allir þessir grænu skattar á olíun árið 2008. Þannig að í rauninni þá ætti kannski olían að kosta hér rétt svona 130-40 krónur með skatti ef að þessi skattpíning færi og þá færi niður vextirnir og verðbólgan og svo framvegis. Já, en þú varst semst þjóðþekktur í þessum mótmælum, vörubílstjóra. Af fóruð þið af hverju voru það mótmæla? Hverju voru það mótmæla? Það var verið að setja kílómetragjald, taka kílómetragjaldið af. Það var verið að taka kílómetragjaldið af 17 ára síðan, 18 ára síðan. Og nú var að setja það á aftur. Og þá snerist að setja kílómetragjaldið inn í olíuna og þungaskatturinn átt að fara eða kílómetragjöldin átt að fara af vörubílunum. Það var ekki gert, heldur voru lagðar fyrst til þess að byrja með 41 krónu á lítirinn og við þurftum að borga rúmlega 13 krónur fyrir kílómetrinn. Núna í dag er grænu skattarnir orðnar 60-70 krónur. Grænu skattarnir olíunni og við þurfum að borga núna 35-42 krónur í þungaskatt, cirka bát. Þannig að næst að segja það að alheimsverðið sé bara lægra núna eftir að var 2008 nema að það bara búið að skatta okkur í drep. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Ef þið farið á YouTube, þeir sem að sjá þetta svo framvegis, og skoðið hvernig þetta var árið 2008, þá fórum haustið tunnan í $147. Hún er ekki búin að ná, fór að hæst núna daginn í 119. Og við megum ekki gleyma því að gengi þá árið 2008 fór í 150 krónur fyrir dollaran. Og þannig búið að vera verðbólga síðan. Og þá sjáum við hvað olían í rauninni búin að lækka, en skattan er að hækka því að tunnan er bara rétt á rúmlega 100 og gengið er 125. Þannig að það er búið að pína okkur svolítið. Svo 2008, náttúrulega hrunið og þú varst mjög áberandi í búsáhaldabyltingunni eftir bankahrunið og hefur lengi talað fyrir almennum Íslendingi gegn kerfinu, einstaklingurinn gegn kerfinu. Já. Getum við ekki sagt það? Ég veit að bara búin að læra það að fólki sem fer í frambóð og hefur verið í frambóðu síðastliðin áratug og rúmlega að það er ekki að vinna fyrir hinn almenna mann. Það er enginn að taka á því sem þarf að taka fyrir unga fólkið í íbúðum og svo framvegis og jú, ég er búin að vera að beita mig fyrir þessum málum í gegnum tíðina, talaði um þetta en það vill enginn fara í það sem þarf að gera. Þú er enginn að segja nokkuð skapaða hlut af því sem það er allir að tala um það á kaffistofunni en svo þegar það komið eitthvað inn markminn þá þorir enginn að láta neitt út þessu því það er allir svo hræddir hvað öðru finnst. Svo árið 2016, þá býður þið fram til forseta Íslands og fest 3,5%, 6.400 atkvæði. Hvernig Mér bara datt þetta í hug? Bara datt í hug.
Það voru allir að tala um að það væri svo erfitt. Já. Þetta var bara ekkert erfitt. Settist bara í Toyotan og kerði hringinn í kringum landið og safnaði undirskriftum. Gerði það á 10 dögum. Hvað voru þetta marg? Hvað þarf það? Er það 2000 eða 1500 til 3000? Hvernig stendur þetta í lög? Lágmarkið var sko 1500, hámarkið var 3000 og ég var búinn að safna rétt rúmlega 3000 á 10 dögum. Einn. Svo voru allir, hvað þeir hétu þarna sem voru í framboð, það var allir með hjálparætur. Það var allir hlaupandi út um allt þess að safna einhverjum undirskriftum. Já. Þannig að þú fengið mikið á landsbyggðinni? Alls það bara sem ég var. Þetta tók bara eitthvað eins og Höfuðborgarsvæðinu og Akranesu og hérna Suðurnesjunum. Ég held ég að vera eitthvað 4 daga að fylla þann kvóta. Og þú reyndir búið fram til Alþingis undir ýmsum merkjum, annars með eigin lista. Og hvað, Sturla Jónsson? Já, hann byrjaði nú sem kálistinn og svo eitthvað annað og svo voru rótið svo argir á mér í á rúfa, það var svaka. Og ég breytti nafnin þetta í síðust rétt árun að þetta fyrir í sjónvarpið og þá var þetta orðið Sturla Jónsson listinn og þetta var svolítið fúlt fyrir það þurfa að kynna sko. Hérna er Sturla Jónsson listinn og hér er mætti Sturla Jónsson og svo var þessi fúlur og sagði að ég væri nú bara að reyna að vekja athygli á sjálfum mér. Ég sagði hvað heldur þetta gangi út á? Ég á enga peninga sagði og þarf einhvern veginn að auglýsa það. Já. En svo verður líka að vera oft talað um það sko með einstaklinga. Ég meina, með það að hafa allt eitthvað framboð á bak við sig eða flokka. Nei, við lærðum svolítið að það eru sko, það gilda hérna einstaklingsframboð. Og við fórum 7 á ferðina í það að bjóða okkur fram. Hvenær var þetta sikra? Varstu það? Þetta er í kosningunum sennilega 2013 eða ekki. Og við sendum á kjörstjórnar út um all land að við vildum fara í þarna í framboð og það var einhverjir sem að höfnuðu okkur og svo voru aðrir sem að svöruðu ekki og þeir voru svo miklu kjánar þessi grei. Þegar maður vissi hvernig það fólk starfaði. Þá fékk maður þetta og sendi í pósti bara, gögnin, og svo áttum maður að fá þetta tilbaka. Svar. Og ég man alltaf eftir í Egilsstöðum. Það kom ekki það. Þannig að ég hringdi og mér er svarað. Þá segir viðkomandi sem svarað, já, sko, það hafa bara ekki komin gögn. Þá sagði ég, já, er það? Heldur ég sé algjör fábjáni, sagði ég. Ég vissi hvernig þið vinnið, þannig að ég let póstinn borga hann sérstaklega fyrir það að láta mig vita þegar það er búið að sækja póstinn. Já. Það var nokkuð gott og þá var náttúrulega sko uppfótur og fytt og þessu var svarað og hafnað og þannig að við kærum þetta fyrir sko landskjörstjórn og það er niður við Austurvöll. Og þegar þeir voru rökþrótta í að hafna framboðunum þá sögðu þeir bara að þetta er orðið fínt strákar, hérna farið bara út. Þannig er íslenska lýðræðið. Það sé einstaklings framboð. Já, þeir gátu ekki, sko, ef við hérna krifjum það aðeins, einstaklings framboð. Ef þú kemst inn á þing með flokk, svo segir þú flokknum á þinginu. Það hlýtur að þurfa að fara út af þinginu. Ef þú kemst ekki inn nema í flokk, ekki satt. Þannig að það hlýtur að vera einstaklingsframboð ef það er ekki hægt að henda þér út þegar þú komin inn. Já, þetta skýtur svolítið skökku við. Svona er bara fullt af þessu. Já. Svo hafa menn, svo í síðustu kosningu, þá var einhverju sem það hefði gerst náttúrulega einhverju sinnum að menn hafa verið í einhverjum ákveðnum flokki, hafa náð inn á þing og svo hafa bara strax farið í annan flokk. Já. Þess vegna segi ég það, þetta er, sko, það er persónukjör í landinu. En það er bara ekki virt þegar þú ætlar að fara af stað vegna þess að það hentar ekki þeim sem að ráða þetta. Þeir eru utan þingið. Hvernig finnst þér svo núna? Nú á laugardaginn, núna 16. maí, 11. dag, 16. maí, þá er sveitarstjórnarkosningar og við búum báður í Reykjavík, eða ekki? Þú býrð hérna ennþá í Reykjavík eða hvað? Og ætlar að kjósa núna? Nei, eða? ég held ekki alveg sagt fólki það að ég nenni ekki að vera að taka þátt í að kjósa eitthvað sem er handónýtt og þetta fólk sem að talar að við ætlum að gera þetta og hitt.
Það er gaman að horfa á þessu alla sem er í framboði. Það er engin að tjá sig það. Hvernig er þetta að fara að henda þessum fjandans kleinurhingjum úr bílastæðanum, blómapottunum, koma fyrirtækjum í gang og hætta að eyða peningum hér í óþarfa sem er að eyðileggja leikskóla. Það eru perrar í vinnu þarna á leikskólum að því það er svo lélegt á þessu kaupið og það er myglaði þessu öllu saman en það er að eyða í kleinurhingi og loka bílastæðum og drepa atvinnufyrirtæki hérna í landinu, hérna í borginni. Það er mjög einkennilegt hvernig þetta fólk hugsar og það er enginn búinn að koma fram og segja, herðu, við ætlum að losa okkur alla þessa kleinurhingi, burt með þessa blómapotta, við ætlum að hætta að setja peninga eins og í brúna hérna í Nauthólsvíkinni sem eru 8, 9 eða 10.000 milljónir sem eiga að fara í þetta og segja, herðu, að því það er ekkert þessi fólki sem er með grunnvit í jarðinu. Við tökum þessa brú. Það er hægt að sitja niður stór röðraða og fylla svo bara með efni yfir. Getur kostað kannski 700-800 milljónir. Það er bara ekki nógu fínt. Er það? Er þetta bara þekkingaleysi? Þetta er algjört þekkingaleysi. Við getum alveg, ef við tökum annað svona dæmi í svona kæfu sem við verðum að sóa peningunum okkar að þegar ég veit ekki hvað er margir sem muni eftir þegar var verið að gera vinslaðu gatnamótin hérna við Straumsvík inn í eða hverju í Hafnarfirði. Þá var ekki byrjað á Reykjanesbrautinni sem tvöföldun hjá álverinu. Þar var hent yfir 200 milljónir sem var bara efniskaupin. Þá átti eftir að keyra efninu og þess aftur úr námunni. Því að þegar að var sprengt fyrir brunni, þá var þetta sett í hljóðumann. Keyrt þarna upp í áttina að kirkjugarðinum í Hafnarfirði, í staðinn fyrir að keyra þetta út með álverinu og fylla í landið þar sem þurfti í fyllingar fyrir veginn sem átti að koma. Við erum með mýgrúta af svona fólkin í kerfinu sem bara veit ekkert hvað er að gera. Annað sem við getum tekið inn í þessu, með fólk í kerfinu sem veit ekkert hvað er að gera. Við erum núna frá 2015 og fram á daginn í dag, 11 árum, er búið að kaupa dísilolíu fyrir svona 35.000 milljónir. Það eru 35 miljardar sem er búið að kaupa dísilolíu til þess að keyra því sem mokar og grunnunum í Reykjavík upp í Bolöldu. Af því það er einhverju dúttar sem voru inn í kerfinu hérna, ég er að segja það satt, sem að sáu það fyrir sér að það verið að laga Boluldufjallið. Af því að búið að taka efni úr því og það verið að setja það í sama formið það var. Það er að skila þetta efninu bara að staðfara. Og hvað er búið að gera með þessu? Jú, við erum búin að heyra röflaði Sundabrautin í áraraðir. Efni sem fór upp yfir dugar í 5 Sundabrautir. Ég man eftir því fyrir ekki, það tengist þessu. Ég man eftir því, það var í fyrir að heiti fyrir að þú varst að tala um þetta við mig, vorum kaffi. Var það ekki bara grunnurinn úr Landspítalanum eða það verið að keyra þessu að upp yfir í staðan fyrir að nýta þetta bara strax, fara með þetta inn í Dugguvog eða eitthvað staðar. Þeir fóru með þá stjarnfræðilegu framkvæmd, þeir tóku grunninn fyrir spítalann, sprengdu 14 metra niður í klöppina til þess að búa til kjallara. Þeir fóru með grjótið inn í Sundahöfn og hvað heiti skeri sem var fyrir utan. Skarfasker. Og fylltu alveg út af Skarfaskerinu. En já, það hefði mátt vera í Sundabrautinu þetta efni. Þannig að það vantar svona tengingar. Við erum að taka efningustar og fara með það bara. Það er fólki sem fer inn á þingið og fólki sem er inn í kerfinu, það ætlar enginn að rugga bátnum, ætlar enginn að missa vinnuna. En það má ekki gera neitt með common sense. Við förum 40 ára eftir tíman og þá var mannskapur sem var að vinna á þessu stöðum við að gera henni bækistöðunum hjá sveitafélögunum svo framvegis. Þetta voru allt bara common sense menn, þeir tóku ákvarðinu, það var að nýta efni þarna og hérna og þetta er búið að breytast mikið í slæma átt. Að því að við erum að tala líka kosningarna núna sem eru framöndan.
ég tók eftir því að það voru þó nokkur flokkar sem að voru ekki minnir prófkjör. Það verið að tala lýðræðislega kosningar og það verið lýðræðislegar ákvarðanir og fólk á að fá að taka þátt í þessu og svo framvegis. En það voru nokkur flokkar sem að bara stiltu upp og verið að segja ráku viku bara mönnum frá sem voru áðrast með Sjálfstæðisflokkurinn, nefnt sem dæmi og svo var bara flóttamannastraumurinn í aðra flokka eins og miðflokkin og eitthvað slíkt sko. Já. Hvað nú með svolítið reynslu þessu, þú búin að vera í nokkrum frambóðum og verið að skipta þessum málum og haft sterkar skoðanir í gegnum tíðina. Hvað segir þú við þessu? Sko, við verðum átt okkur á því að flokkarnir eru bara áhugamanna samtökum pólitík. Og ef að fólk getur látið það synga svolítið inn í höfuð á sér, þetta er ekkert öðruvísi fólk en aðrir, þetta er ekkert sérstakar en maðurinn sem er að fara út í Hagkaup eða þú eða ég eða hvernig sem að það er. Og það er bara einhverju sem dettur í huga að standa upp og fara niður á skatt og segja, herðu, ég ætla að stofna flokk og það bara stofnar á flokk. Svo fær hann bara einhverja til þess að koma með sér í þennan flokk eða þessi áhugamannasamtök og þeir fara fram. Og það er ekkert sem segir að þetta sé eitthvað lýðræðislegt system. Svo er það bara spurning hvort á fólki í landinu hafa einhvern áhuga að fá þetta tiltekna fólk í stjórnunarstöðu. Þú ert ekki að fara að búa til eitthvað lýðræði inn í einhverju áhugamannasamtökum sem einhverju 10 menn ákveða að búa til. Það er ekkert sjálfkrafa dottið bara inn í eign samfélagsins. Nei, að því vorum að tala um þetta, vorum að tala um áður þarna að menn þurfti að fara inn í gegnum flokka á Alþingi til dæmis. Já. Og svo bara gerður eitthvað allt annað, segðu bara skilið við flokkana og allt að hafi ekki verið sett inn vegna þess að menn vildi hafa svona lýðræðislega ákvarðanir. Þetta verið hópur manna sem var mjög svipaða skoðanir sem tæki svona ábyrgð á þessum manni og var að velja svona sína oddvita í þessar stöður. En síðan eru prófkjörin bara einhvern veginn, þeim hent út. Það er bara tekin einhver ákvörðun, þetta gengur ekkert með þessu liði, við ætlum bara að skipta áhöfn. Það er skipinu. Það er í rauninni það ágætt að við þetta, því þetta er áhugamann. Já, er þá ekki bara fínt að taka bara persónukjör strax? Það er. Já. Það vill bara ekki fara eftir því. Já. Það er heila málið. Svo er svo merkilegt að heyra fólk sko að það tala lýðræði og svo þegar það tala að vera með sko hauga áhugamannasamtökum, fara af stað og reyna að fá kosningu, þá er það alveg vonlaust. Kemur sér engin eitt þetta saman á þinginu og þetta er alveg vonlaust. Þetta verður að vera einhver einn flokkur og svo framvegis. En hvað er það búið að gera við okkur núna síðustu 45-50 árin? Maður er ekki farið fram úr nema að sé búið að breyta einhverju hérna. Þú veist ekkert hvað þú þarft að lifa við þann daginn sem þú vaknar. Daginn vaknaði þá búið að koma nýtt kílómetragjald, daginn þá búið að hækka vextina og svo daginn að þá var búið að hækka matvöruverðið og svo var búið að breyta leikskólunum og svo var búið að breyta barnaskólunum og þú ert aldrei í neinu réttaröryggi í landinu. Þú veist ekkert hvað gildur á morgun. Bara vaknar upp í kvíðakasti og nánast. Það má segja það, því að já, við erum búin að upplifa þetta, það er ekkert öryggi hérna. Reglugerðirnar að það sé, já, þetta er alls konar. Já. En kosningarna núna segast, er ykkur einn flokkur betur en annar? Þetta er allt jafn. Þurfum ekki bara að kjósa bara nógu oft með að vera með endurnýja mannskapinn? Sko, það sem að vantar náttúrulega breyta tökum það eins árum við höldum áfram með hitt, það þarf að breyta lögunum sveitarstjórnarkosningar. Þannig að kjósendur í sveitarfélögunum sitja ekki uppi með fólk sem er lokað inni í sveitarstjórn í 4 ár, getur ekki komið sér saman nokkuð skapaða hlut, þannig að vera á móti hvor öðrum. Þegar að svoleiðis aðstæða kemur eða aðstæður komu að það sé hægt að kjósa aftur, ekki bara á 4 ára fresti. Og oft við það er erfitt að koma mönnum frá. Það er bara 4 ár og það er ekkert að koma þessu fólki frá og skaðinn sem þetta fólk getur valdið á 4 árum getur verið alveg verulegur.
Þannig að það þarf að breyta lögunum þannig að fólkið í viðkomandi kjördæmi eða sveitafélagi að það fái bara, getur krafist þess að það er kosið aftur. Og það er alveg örugglega búið að sko eiga sér stað mörgur sem að fólk vilji fá það að geta komið þessu fólki frá. Sjáum bara því að Dagur ekki mikill vinni í gegnum borgarstjórnuna eða það og hann nú ekki að mínu. Það sem mér finnst að hann ekki búinn að sko skila borgin annað en til verri vegar heldur en bara frá því að maður var ung maður. Eyðileggja hérna borgina með einhverju þéttingu byggðar, bílastæðalaust og svo alltaf menn rembast við að hjóla og þegar maður sér hérna göngustíga og hjólastíga hérna fyrir einhverja milljarða hér út alla Reykjavíkurborg. Það eru 15 hjólaðar. Þrengja götuna, eins og minnst bara Grensásveginn. Til dæmis. Það er svo skrítið með þetta fólk að það skilur það ekki að vera bílasamfélag. Veðrin eru þannig, hérna yfirleitt þannig, meiri partin af árinu, að það er ekki boðlegt að vera að hjóla hér með 4 börn á hjólinu. Nei. Þannig, ég fekk símtal í dag frá Flokki Fólksins. Já. Spurt hvort ég vildi ekki steyða þau. Og ég var svona aðeins, við töluðum aðeins saman og ég sagðist náttúrulega að hugsa málið. Og hérna ég styddi all góð málefni. En þá fór ég að tala þetta, sko, þið eru núna með meirihlutanum í stjórn borgarinnar. Þá er þessi spurning núna kannski tvíþætt. Það er þessi meirihluti og minnihluti. Að þetta er eitt og sama félagi, þetta á að vera að vinna hagsmunum okkar og þjónustu okkur sem borgarbúa. En það kemur strax upp einhver minnihluti og meirihlutin er vantarlega að kúga minnihlutan. Og þó þú setja meirihlutanum eins og Flokkafólksins, þá kemur kannski ekki þínu í gegn af því það er komin það farið einhver millileið og einhver samstarfssamningur komin á. Og menn svona eru svo bara að afsaka sig. Ef að þú verið þannig til svona dæmi, og ég líka, við erum þannig týpur held ég, að við varum allan að háværi minnihluti ef við varum þar. Þú þyrftir að koma þínu að, þú getur ekki bara... Það er verulega einfalt að koma mínu að, þannig að ég allavega að tjá mig hlutina, þannig að það er sko 100% að ég var einn á kaffistofunni. Það myndi enginn sitja nálægt mér. Málið er að því ég myndi segja bara hlutinu svo eru þegar að fólk er að sóa peningunum okkar í gegndarlaust í eitthvað sem að hinn almenni borgari hefur ekkert við að gera og bæti líf hans ekki neitt. Og ef við tökum bara kleinurhingina hérna út allan bæ sem að þetta liði búið að sitja hérna, þetta woke system, hvað er það búið að bæta líf borgarbúa? Hvað er það búið að hjálpa fólkinu að komast borgina, meiri partinu af fólkinu í borginni? Þetta fólk, þannig að vestur í bæ trúur því að það sé allar að hjóli hérna í útkverðunum. Allar bara að koma og leggja hjóli við hliðin á kleinurhinginu. Hvað er að þessu fólki? Er það ekki bara sjálft í 101 og þarf að hreyfa sig hvað lítið bara? Jú. Og ekki bílastæði? Nei, þetta er, við höfum ekkert við þetta að gera. Bílastæðisjóður er að rukka frá 9 á mótana til 9 á kvöldin. 12 tíma dag, alla daga vikunur. Já, og ef við tökum aðeins, þá förum við aftur þess að 30-40 ára eftir tímanu sem við erum að tala. Þú laður út alla bæ og þetta kostaði ekki neitt. Við vorum samfélag. Ekki, hvað það segja, ofrukkarar og yfirbyggingi svoleiðis að það getur engi hreyft sinni á borgarfriða. Það sem ég ætlaði að segja, það kemur síðar, það datt út. Já. En áðurum höldum áfram, ég þarf ekki sjátt að byrja því upphafi, en hver er Sturla Jónsson í dag? Hvernig myndir þú kynna sjálfa þig fyrir fólki sem þekkið þig ekki? Ég er nú bara, hvað það segja, ég er þessi venjulegi Íslendingur, er að byggja mér bara hús og dróm út úr þessu öllu saman þegar ég sá það að almenningur yfir höfuð, hann vill ekki breytingar í samfélaginu, hann vill láta keyra sig alveg niður í skítinn og hann stendur upp, ef hann stendur upp. Þannig að ég er bara maður sem hefur snúið mér að sjálfum mér og hérna er að tryggja það bara að ég geti haft það samfélagt í, hvað það segja, ellinni þegar hún kemur. Heldur þú að fólk í stjórnmálum skilja raunverulegt vinnulíf venjulegs fólks? Nei. Sko,
Það var nú ágætt þetta sem var sagt með um daginn, sko. Ég ætla nú ekki að nafngreinna mannin. En við vorum að ræða málin, heimsmálin og svo hitt og þetta og hérna, það er slengt á mig. Hvað veist þú ómenntaður maður? Ég sagði við manninn, að því hann leigir nú íbúð. En ég er að byggja mér hús, stórt, þannig segir fólk að það sé stórt, það er ekkert rosalega stórt. Gerir þetta allt sjálfur. Legg skólpið og sló upp húsinu og sitt ullinu og innrétta þetta allt saman sjálfur. Ég spurði hann að því hvort að ég væri eitthvað betur settur hefði ég verið smiður. Að því ég er ómenntaður. Ég á þó þetta allt saman. Ég held að sé rosalega ofta þegar að kemur inn í kerfið að fólk sem er búið að fara í háskólann í áraraðir að það lítur ekki á lífsmenntun sem jafnoka og gerir það að verkum að að það mun aldrei geta sko náð utan það sem að maður fór á vinnumarkað 12, 13, 14 ára og er búin að vera á honum í 50 ár og skilur út á hvað það gengur. Það þarf að berjast fyrir öllu sem þú átt að gera og þú þarft að passa þig á þessu og hinnu. En það er gríðarlega mikið af fólki sem hefur komið út úr skólanum, 30, 35 ára, fer inn í kerfið. Við höfum ekki gleyma því að það eru 63.000 mann sem að vinna hjá ríki og bæ. Af 180.000 sem eru á vinnumarkaði. 1/3. Það er 1 af hverjum 3 sem vinna á Íslandi vinnur hjá hinu opinbera. Og við höfum ekkert þetta fólk að gera. Stjórnsýslunni. Já. Og það fólk er ekki að skilja það hvað verkamaðurinn sem að þarf að vera á handskópnum í skurði og fara útborgaðan 450 skall og borgar tæplega 300.000 í leigu á mánuði og svo framvegis og framvegis. Það er ekki að tengja saman við það. Þú vorst að minnast að þú var að byggja hús. Ég veit að sjálfur þú er búin að vera mjög duglegur núna að byggja og gerir bara allt sjálfur og alveg frá því að taka grunninn og svo framvegis. Ég er búin að gera það allt saman, já. Byrjaði bara 2017. Engin lán. Engin lán. Vinnur allt sjálfur. Þú ert náttúrulega ekki að gera þetta í Reykjavík. Nei. Það er, ef þú, munurinn í dag, gætur gert þetta í Reykjavík? Nei. Þarft ekki, það er ekki hægt. Hver er munurinn á það var, ég man eftir þessu, menn bara voru að vinna í þessu sjálfur og fjölskyldan og framvegis, en núna er þetta allt komið í stóra verktaka og hver er munurinn á byggi í dag og kannski fyrir 40-50 árum? Ég kaupi fókvöld fyrst þegar ég byrjaði þá ég byrjaði nú reyndar þá 20, keypti ég 3 herbergja íbúð 87. Svo keypti ég raðhús 96, fókvöld, byrjaði að vinna í því 98, gerði allt í því sjálfur. Lítið lán. Og þegar að hrunið verður þá var ég með 4 milljónir króna skuldir á þessu. En það sem breytast í dag, að núna er ekki lóðum úthlutað lengur í dag og þú borgar hið raunverulega gatnagerðargjald sem var talað um. Það var þegar þú fékkst lóðinu úthlutað og svo var gatan gerð, það sem húsin voru og kostnaðanum að því að gera götuna var deilt á húsin eða íbúðina sem voru við þess að við komum til götu. Núna er orðið uppbóð öllum lóðum og venjulegt fólk hefur engin ráð á því að fá þetta og svo er líka það að reglurnar eru svo miklar að það er alltaf verið að segja að þú mátt ekki gera sjálfur. Þú þarft að vera með þennan sérfræðinginn og hinn sérfræðinginn og svo framvegis. En það er hægt að gera þetta ef þú þekkir menn og þú fær meistara til þess að skrifa upp á fyrir þig og þú kant fyrir þér það sem þú gera, þá getur þú komist áfram. En það sem það er, að því þú nefndir áðan að þetta væri allt án lána, þá fyrst er maður orðinn frjáls. Þegar þú ert að byggja og segjum að þú komist á það stað og þú getur gert sjálfur.
þá þarftu að gera þetta í svo mikið tímapressu að þú ert á lánum og svo verður að gera þetta og hitt og klára þetta til þess að fá lán frá bankanum, til þess að geta haldið áfram. En þegar þú ert ekki þar, þá verður lífið miklu auðveldara. Og ég hef ekki tekið bankalán síðan 2004. Losnaði við það 2011 og hef ekki þurft að borga af bankaláti síðan. Og mun ekki gera það sem þetta raunar. Já, það mikill munur. Já. Af því við förum örugglega að tala um vexti og seðlabankann og stýri vexti og verðbólgu og gengistryggingu. Já. Við getum bara farið þangað kannski strax. Vextirnir eru náttúrulega ekki, seðlabankinn hefur í rauninni ekkert með þetta að gera. Það er svo skrítið að við trúum því öll að seðlabankinn ráði einhverju. En það er svo merkilegt með seðlabankann. Hann starfar einungis eftir lögum frá Alþingi. Þannig að þetta fólk sem er að tala og röflar hér að verðbólga sé svona og hinsegin og þetta sé ómögulegt og þetta fær allt upp og allavega hana. Af hverju breyta þið ekki lögum? Segja, herðu bara, lán sem er tryggt með veði fasteign, heimili, má ekki bera hærri en 3,5% heildarvexti. Þau vilja bara ekki fara þangað. Og hver græður á því að hafa þetta svona uppi? Þeir sem eiga peninga. Ég og þú hérna sem eigum enga peninga, við erum ekki að græða þessu. Við þurfum bara að geta komast út í búð með öðrun og keypt eitthvað fyrir hann að það vera herra morgun. Sko. Við erum á þeim stað. Við erum eiginlega á sama stað og þegar maður var, þetta er 73, 4, 5, þá man ég eftir því að hérna það var sko auglýst að vera að koma gengisfelling. Þetta daginn eftir að það var allt miklu herra sko. En núna er ekkert verið að auglýsa gengisfellingar. Nú bara vakna þú og þá er bara allt miklu herra. Þú ert ekkert að fá að vita það fyrirfram. Þetta er munurinn. Svo fullt af fólki sem bara hefur það gott. Þetta er Spánar bara og skíði og... Við meðum ekki gleyma því að já, sannarlega. Maður hefur þetta alltaf þegar menn hvert og hveina, þá heyrir maður þetta. En það er svo skrítið að þessi dútar sem eru hérna inn í stjórnkerfinu og svo framvegis og horfa á þetta og það er fullt af fólki með peninga sem er sannarlega satt. Við meðum aldrei gleyma sko þessu 1%. Og hvað er 1% af 350.000? Það er ekki 35.000. Þannig að þú setur eina rúa 35.000 einstaklingum hérna, þeir eru með slatta pening sko, og það þarf að sinna þeim. Þannig að sannarlega er eitthvað í gangi. En hinn 225.000 eru hérna bara borin nefið á sér og þeir eru ekki á Spáni og svo þegar við erum að tala um að fóru 11.000 Íslendingar út til Tenerife eða hvað þetta heitir maður hvað með restina? Sannarlega er þetta 1% sem er með fullt af peningum. Það er ekki þessi almenni verkamaður sem er að þvælast eftir hverju ári. Það er bara langt frá því, sko. Alþingi, þú ert sérstakur áhuga maður stjórnarskrána. Ég veit ekki stjórnarskrána. Ekki þannig áhuga maður hana, það er bara, sko, þú fórst í skóla, byrjuðu þar eitthvað 6 ára cirka, og svo var eitthvað kennt, þú skalt fara út með ruslið. Þú komst ekki undan því, sko. Mamma hélt bara í nakadrápið það og sagði, þú skalt bara fara út með ruslið. Þú breytti þeim texta ekki neitt, sko. Málið er að við förum ekki eftir textanum í stjórnarskránni, það er það sem ég er að segja. Ef það væri farið eftir honum, þá myndi nú hlutirnir vera svolítið mikið öðruvísi. Nú hvað breytist í, þú mátt fara út með ruslið. Já, það má og skal. Já, en það er ekki búið að breyta textanum í stjórnarskránni. Það skal og skylda. Já. Það er bara, þegar við fáum mann í sæti sem er tilbúin að taka bara textan og fara bara eftir þessu og gera það allar á þeirra sem að hann vil hafa, að þeir verða ekki þingmenn. Þá fyrst erum við komið með alvöru stjórnskipun í landið. En með að vera með hennar fjandars ræðugrönd á þinginu og það er enginn sem virðir stjórnarskrána og þá verður þetta á þennan hátt eins og það er bara. Að þú talar um að fá mann í sæti. Er það ekki akkurat þess vegna sem þú fórst í forseta
Ágústa bjóða það fram til forseta Íslands var að því að hann er svo einstaklingur sem er valdamestur samkvæmt stjórnarskránni. Þetta er Ekki forsætisráðherra eða hvað? já, það er svoleiðis. Já. En það er svo skrítið að þegar að menn tala með fórsetann að hann ætti að sko einræði og svo framvegis að menn skildu það ekki að ef hann tók ákvörðun þá endaði svo ákvörðun alltaf hjá fólkinu. Hjá sjálfu fólkinu sem talar að sé einræðisara. Það er ekki svolítið merkilegt. Ef maður segir, nei, ég skrifi ekki undir þessu lög sem að þing var að búa til hérna, bla bla bla. Og þá segir fólkið þarna úti sem að þetta er bara einræðisherra maður, það er ekkert að hafa þennan mann. Þarf ég að kjósa? Vegna þess að hann tók ákvörðun og skrifa ekki undir lögin og þá þurfti maður sem sagði að það var einræðisherra að fara að ákveða þá hvort að lögin að það vera. Það var nú alltaf einræðissystemi, sko. Og svo er það líka með það að hérna, það er eitt sem að forseti getur gert, ef hún líkar ekki hvernig þingið er að starfa, þá hefur hann heimildi til þess að leysa það upp, en það er tvíeggjasverð. Aftur endar það hjá fólkinu, hjá þessum blessaða einræðisherra. Þá þarf þetta fólk að fara að kjósa, að því þessi einræðisherra ákvað að segja eitthvað. Þetta er ekki smáraðis einræðisherra. Það vísu þessu til fólksins. 27. greinin. Já, fleiri greinur á það. Já. Það er bara, ef hann tekur ákvörðun, þá endar alltaf hjá fólkinu. Og það er svo skrítið að fólki skilur það ekki. Af því að það er eitthvað jakafata maður sem sagði að þetta virkar ekki svona. Þetta sem hún lærið hérna í barnaskólanum, skildun og þú skalt fara út með ruslið. Hann setti á sig bindi og sagði bara, þetta er aftanur íslenska. Ef það væri forseti í dag, hvað myndir þú leggja mesta áherslu á? Til loka landinu fyrir útlendingum. Já. Bara á núleitni. Og sá sem vildi koma hérna, vera íslensku þegn. Ég tæki það sam og belgarnir. Þá skildi viðkomandi læra íslensku heima hjá sér. Kemmingað, tæki próf. Það voru að standast prófið í íslensku og í menningunni og ef það stendst ekki hjá honum þá fellur hann bara eins og þú í skólanum. Fer hann bara aftur heim til sín, læri bara betur og kemur bara betur undirbúinn og vera hann velkominn. En að moka þessu fólki inn eins og við erum að gera og það er, svo skilur enginn eitt í því að kennarar hér í skólunum, það er bara ekkert að kenna sig að þér. 9 tungumál í skólastofunni. Skrítið. Við hertuð upp í, þriðja tungumál held í Austurbæðaskóla. En nú er ég að tala bara einn í kennslustofu. Já. Þú ert kennari, situr fyrir framan 15 krakka og það eru 9 tungumál í stofunni. Engin skilur neitt. Svo segja menn, já, við erum með, fínt fyrirkomulag hér í kennslu á Íslandi og svo förum við í þessar PISA-kannanir hérna og við komum aldrei vel út af þeim, aldrei. En það ætlar enginn að laga þetta. Og hverju fórum við þangað? Hvað gerðist? Með einflutningir á fólkinu? Já, bara að skilja ekki vandamálið. Að það bara eykst. Það ætlar enginn að, við erum búin að vera með stjórnmálamenn sem hafa verið erlendis staðið þar og mænt upp í þjóðarleiðtoga sem að fara fyrir 1 milljón manna samfélögum og trúa því að við séum 1 milljón manna samfélag. Og við getum gert þetta og svo framvegis og framvegis. Við getum þetta bara ekki. Við hefum ekki fyrir þessu. Og við getum svo tekið byggingageran í framhaldaður. Af því það er nú gríðarlegt magna útlendingu þar. Við getum tengt saman byggingageran, útlendingana og barneignir. Já, þetta er svona ólík hugtök. Hvernig tengir þetta saman? Það er alltaf verið að segja okkur að okkur vantar húsnæði. Og til þess að byggja húsnæði þá skortur okkur fólk. Til þess að vinna við að byggja húsnæði. Ekki satt? Við erum búin að heyra þetta mörgum sinnum. Og þá koma barneignar. Við Íslendingar, og þá kemur spurningin í þessu hverju vantar þetta húsnæði. Það er ekki nema 1,53 barn á hverju hjón í landinu.
Þannig að okkur fækkar, ekki satt. Jú, sagði þessu. Og þá er sko spurningin þessi, fyrir hvernig er að byggja húsnæði Útlendingarna. sem er að flytja inn. Já. Ok. Og þá förum við í það sem að enginn vill tala um. Nú erum við, sko, okkur fækkara því við framleiðum ekki börn og við flytjum inn útlendinga til þess að byggja húsnæði. Þeir fara inn í húsnæðið. Næsta spurningi sem geira er fólk að gera sig grein fyrir því hvað það er sem við flytjum ekki inn þegar við erum að byggja þessi hús? Bara tvennt. Það er vatn í sementið og grús. Möl, eða fólk skilur það betur. Þetta tvennt flytjum við ekki inn. Við flytjum allt annað inn í húsið og útlendingin. Og við tökum lán fyrir að byggja húsið í erlendri mynd, af því við erum að kaupa sementið og við erum að kaupa raflagnarefnið og spýturnar og nefndu það. Olíuna. Og olíuna til þess að sækja grúsin upp í fjall eða möluna og við þurftum náttúrulega að dísil til þess að koma vatnslögnunum fyrir. Ja. Svo er ekki nóg með það. Það er eitt í viðbót. Hvað þessi geiri er stjarnfræðilega slæmur fyrir samfélagið af því við erum ekki að fjölga okkur. Það er aldrei talað þá 20 milljarðar sem útlendingar senda héðan frá Íslandi til síns heima í gjaldeyrir sem ætti að nýtast annars í lyf, tækja á spítalann og svo framvegis. Þetta vill enginn ræða. Já, hún fer ekki veltunni hérna heima. Nei, og svo þegar menn er að tala um veltu og tala um heildarveltu á íslenska samfélagi. Það er mjög athyglisvert. Já, við erum að velta sko einhverju 2000 milljörðum eða hvað þetta er. Það segir enginn herðu. Af því við þurfum nú að flytja inn sementið og raflagnarefnið og spýturnar og járnið í húsið og svo framvegis og stígvélinn og allt hitt. Hvað sendum við mikið út af vörum sem að skila gjaldeyri til þess að kaupa þetta allt saman, til þess að byggja húsið og svo að útlendingur geti sendt út sína milljarða? Og hvað er mikill afgangur af þessu? Það skiptir engu máli hvað erum að rúlla einhverju íslenska krónu vill okkar. Ég keypti að þið nota dekk eða eitthvað fyrir íslenska krónu. Það skiptir máli hvað við sendum þetta út og hvað við getum keypt erlendis. Því að þetta er ekkert flóknari launateki. Ég meina það er einhver sem við förum út að vinna og fáum útborgað. Þetta er nákvæmlega það sama. Það vill bara enginn tala um þessa hluti. Hvað er afskaplega lítið til og ef þú ferð inn á gervigrindina þá sér það íslenska skuldirnar á Íslandi í heild við útlönd eru 2000 milljarðar. Það tekur einhver tíma að borga það. Já, þú átt aldrei afganga því sem þú sendur út og þá ert ekki að fara að borga það. Þannig það hefur mótmælin, við vorum að tala um mótmælin á. Já. Það er kannski ekki tvennt. Finnst þér íslenskur almenningu vera of þægur gagnvart stjórnvöldum og hins vegar hvernig upplifðirðu samskipti við lögreglu og stjórnvöld á þessu tíma þegar þú varst í mótmælunum? Það var nú bara þannig að það var logið upp á okkur alveg sundur og saman af lögreglunni, skáldað og allavega og það var bara unnið því að hvað maður að segja, að reyna að taka menn niður bara. Því að það er ekkert gott að það sé að fólki inn í stjórnkerfinu finnst ekki gott að sé verið að benda á það sem að miður fer hjá þeim og það er ekki farið eftir reglum og svo framvegis. Það er nú farið eftir reglum, það er nú einn fyrirverandi lögreglumaður sem ég tala nú stundu við og ég er ekkert að koma á Sandskeiðinu og þá sé ég þar ómerkta lögreglubíl út í kanti við að ratamala. Þannig að ég hafði orðað á þessu við þennan einstakling og fór yfir þessi mál og við almennt umferðareftirlit þá stendur í lögunum við lögregla þeir eru að vera sýnilegir. Þeir eru að sjást til þess að veita svona, hvað maður að segja, fyrirbyggjandi
og þannig að menn séu vakandi verið að þau séu að fara að lögum og svo framvegis. Þessi viðkomandi einstaklingur sagði að þetta væri nú ekki skipti nú engu máli. Ég sagði þetta stæði lögum. Já, en ég meina það er ekki alveg svo naugið og svo framvegis. Þá sagði þetta er ekki flóknar að það. Hann á að vera áberandi í almennu eftirliti og þetta er eins og settur 100 manns í hóp og þá ætti lögreglunum að vera í appelsínugulu búning til þess að allir sæja. Svona skera sig úr. Já, af því hann er í almennu eftirliti. Nei, hann er alveg bara að vita allir þetta er lögreglumaður þó hann var í nákvæmlega eins klæddur og allir hinnir. Það var ekki nokkur leið að fá einstakling til að skilja það að það var verið að brjóta lög, sko. En já, svona er þetta. En þú sagði mig frá því líka, þannig að lögregluna, varstu kannski að fara austu þá að voru ekki búin að leggja bílnum sko í einhverjum hraðamælingum eða eitthvað og voru hálfur upp á veginn og þeir lagðu fyrir eina akrein. Þeir bara tóku akrein í þetta? Lokuð annar akrein. Þannig að ég stoppaði við lögreglubílinn og sagði, hvað ertu að gera þetta? Já, við erum að mæla hérna, sagði hann. Ég sagði, herru, drullaðu bílnum út á veginum og ég sagði það við hann. Þetta er akvegur og þú ert ekki með bláljós á hérna og það er bannað að leggja yfir heila línu. Hann braut öll lög sem hægt var að brjóta þarna og hann hypjaði sig ekki burtu fyrir ég tók myndir á honum og bílnu hjá hann. Og hafði þetta engar afleiðingar? Nei, ég var ekki að brjóta hann í lög, hann var fyrir mér. Já, ég sá myndinar. Já. Ég var ekki að brjóta lögin, hann var að brjóta lögin. Og þetta finnst mörgum í lögreglunni bara að vera allt í lagi. Já, þannig að ég sko, meðan að þetta fólk keyrir og er að bösta okkur almenna mannin fyrir lögbrota, þá er þetta fólk að brjóta sömu reglur alveg sundur og saman daginn út og daginn. Erum við eitthvað öðruvísi í þjóðfélagi heldur en aðrar? Nágrannar okkar, Norðurlandabúar eða Evrópubúar, erum við einhvern veginn allt öðruvísi? Við erum allt öðruvísi. Við svona gegnumsneitt segjum bara ekki nokkuð skapa allt. Sjá núna bara hvað er að gerast í Bretlandi, Írlandi, Belgíu, Hollandi, Þýskalandi. Það kemur ekki eitt orð í íslenskum fréttum. Af því allt þetta lið sem er að stýra það á þinginu, það vil koma okkur inn í Brussel. Það logar Evrópa í mótmælum. Það eru 10-15.000 traktorar á götunum handum alla trissum alla Evrópu. Við heyrum ekkert af þessu, ekki neitt. Og svo þetta blessaði Evrópa saman því ástæðan fyrir að þeir eru þarna út á götunum, þessi bændur allir, að að fara að gera stóran kjötvörusamning við Brasilíu sem kostar það að 4-5.000 bændur hérna víða álfuna munum missa bæði vinnu og svo bílinn sín. Ekki eitt orð hérna heima. Nema bara umsögn. Það er ekki einu svona umsögn hérna. Nei. Og við segjum aldrei neitt. Við erum aldrei að standa upp með bændum hér í landinu og það er að hvað við segja, það er sko þegar bóndi fer með lambið sitt í sláturhús og að það fái sko 1/3 sem það er selt á svo út úr búðinni. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvaða hlutfallið hans er, en það er svo lítið. Við hvað lambið endar í þegar það er búið að fara á borð landsmanna, komið út úr búðinni. Hérna áður fyrr, þá var alltaf að tala þessi svo í Frakklandi, þá hefur frægir fyrir sín mótmæli og bæði bændur og vörubílstjórar og í Bandaríkjunum til dæmis. Já. Við svo kemur þetta bara, þetta er svona eina kannski átakið núna 2008 hjá ykkur að vera mótmæla. Vantar svona fleiri hópa til að heyra í sig, ég er að tala um á friðsamlegan hátt, en með einhverja kröfur á breytingar, því það gengur mjög erfiðlega hægt að fá einhverja breytingar. Sjáum nú bara eins og
FIB, hvað eru margir í félag íslenskra bifreiðareigenda hérna á Íslandi? Er ekki ykkur 20.000 manna? Þetta gjör ónýtt. Það? Já, það er komið eitthvað vælt hérna, það er hérna, hækkaði hérna aðeins eldsneytið og það er að skatta til og hvað er svo gert? Það er aldrei sagt, herðu, já, við skulum mæta hér og gera eitthvað. Við skulum mæta þarna, við skulum stípla þetta þarna og við skulum hafa þetta svona hinsegin. Við skulum láta þetta fólk tala við okkur. Það er ekkert gert. Hvað með Neytendasamtökin? Breka Karlsson, hefur hann ekki verið að Þetta gjör ónýtt maður. Er þetta allt háð styrkjum? Við tökum Neytendasamtökin, það var nú fjandi gott að því að það var hérna við fórum alveg fleiri ferðir hérna nýri í Neytendasamtökin út á lánamálunum í landinu. Við vorum búin að finna eitthvað í lögunum sem varðaði það að hérna við áttum að vera með sambærilega dóma hérna á Íslandi varðandi lánasamninga. Það var hann svo sem var undan Breka þarna, hvað heitir hann? Jóhannes. Já, Jóhannes, já. Já. Við förum hann niður. Þá kemur hann og lögfræðingur með hann og sagði þetta gildi bara fyrir útlendinga. Það var nú allir styrkurinn í þessum samtökum að því við vorum búin að finna þarna hluti sem maður gæti gert það átt að kalla og það er reyndi í mannréttarsáttmála Evrópu líka sko að hérna að dómurum ber skylda hérna heima að taka upp sambærilega dóma í Evrópu sem var fallið í kringum lánamál og svo framvegis. Eða geta óskað eftir ráðgefandi áliti áður en þeir kveða dóminn. Þeir eru líka notað sem hérna skal við segja er fordæmi. Ég fékk utanríkisráðuneytið til þess að þýða 3 dóma sem voru mikið í umfjöllun hérna árunum 2000 og hvernig voru þetta var 2009, 10, 11, 12, 13. Það er að mótmæla og í frambáðan og svo. Já, og þá, sko að ég hef búin að finna út úr því að Íslenska ríkið átt að þýða alla þessa dóma. Það stendur í lögunum líka. Já. Og ég og 2 aðrir, þannig að við förum að fara með þessa dómaðum, þeir voru í umfjöllun í fjölmiðlum og við fundum þá á móðmálinu. Við förum úr hverju ráðuneytinu og fættur öðrum. Enginn vildi koma nálægt því að þýða þetta. Það ætlaði enginn að bera kostnaðina því sjóðu. En nema á endanum og þá fengum við utanríkisráðuneytið til þess að þýða þetta. Við sögðum, herru, þetta er útlensku hérna og þetta kemur erlendis frá. Og það heyri þá bara alveg klárlega undir utanríkisráðuneytið. Þannig að þið þýðið þetta bara. Það sem betur vera, þá hittum við eitt hana, velviljaðan. Fór í málið? Það voru þýddir 3 dómar fyrir okkur. Og ég notaði þetta með sín í réttasal og þessara dómara lufsur hérna, þeir hendu þessu. Þannig að réttasal. Viltu ykkur að ræða nýjasta málið þar? Virðisauka svikin hjá tryggingafélögunum? Já. Þá komum við inn á neytendamálum líka og allt það. Þetta er sko ekki leyndarmál. Þetta er alveg stórkostleg skattsvik og peningaþvottur sem að á sér stað í gegnum, hvað ég að segja, fyrirtæki í landinu, fyrir tryggingafélögin. Af því að þeir sem að fyrirsvarsmönnum fyrirtækjana er bara að hóta lögsóknum ef þeir gera þetta ekki. Þetta virkar þannig í mínu tilfelli og svo er það hjá mörgum öðrum. Ég er að keyra út á Altanes og það er keyrt á bílinn hjá mér. Hann verður fyrir tjóni og það kemur lögregla og ég er í 100% rétti. Þannig ég fer og læt gera við bílinn og ekkert mál með það og sækja hann svo. Af því að maður fær tækið afhent þegar búið er að borga reikningin og fær það ekki afhent öðruvísi. Og það sem ég var í 100% rétti að þá var það vörður, þetta var tryggingaraðilinn á þeim sem að olli með tjóninu og þeir voru greinilega búin að borga þetta sem þeir áttu að gera. Nema það að einhverju mánuði síðar þá fæ ég í pósti reikning með hausnum á mínu fyrirtæki og stendur á reikningnum greitt af tryggingafélagi.
og þeir segja, þú ert að setja þetta í bókhaldið hjá þér og þú ert að innheimta skattinn frá ríkinu af þessari viðgerð. Svo sendaði við greiðsluseðil sem nemur þá þeirri upphæð sem er virðisaukaskatturinn og á því bréfsnifsi er skráð ökutæki sem olli með tjóninu. Þetta átti ég að setja í bókhaldið. Hefði ég sett þetta í bókhaldið og svo er skattur að fara að skoða hefum bókhaldið. Það var alveg ljóst að reikningurinn sem að ástóða tryggingafélagið borgaðan. Ég hefði fengið skammu fyrir að setja hann í bókhaldið. Svo hefði ég fengið náttúrulega kæru fyrir að hafa sett hinn. Nei, ég hefði fengið kæruna fyrir að setja það inn í bókhaldið til þess að ná í virðisaukaskattin. Þá var ég að svíkja skatt út úr ríkinu fyrir reikning sem ég borgaði ekki. Af því að tryggingafélög eru Ja, býtur og lúg. það sem málið það, þau eru ekki skatt, þau eru með þú ert semst að þau eru að krefja þau vaskinn. Þau eru að krefja með að sækja vaskinn. Já, sækja vaskinn og hvetja það þá til lögbrot, vilt þú meina? Þeir eru búin að stefna mér af því ég vildi ekki fremja lögbrot. Já, heldur að einhver dómari þarna dæmi þannig að þú sér látið fremja lögbrot. Að því ég er nú búin að fara í gegnum kerfið svolítið og þá var ég bara að segja að ég er bara ekkert vissum að ég vinni málið en það heyra það allir að ég greiddi ekki fyrir viðgerðina. Það var gert við bílum minn að því með var tjóni, ég sótt hann. Þeir sammælast það, viðgerðarfyrirtækið og vörður að útbúa nótu með haustnum af fyrirtækinu mínu. Hvar fengu þeir leyfi til þess? Að búa til reikning á mitt fyrirtæki og skrifa svo þar að ekki ávan greitt af tryggingafélagi. Og segja svo, setti þetta í bókhaldið hjá þér og náði hérna pening úr ríkinu. Einskattaði og látt okkur á peningin. Já, það er það sem þau sögðu. Og nú eru þau búin að stefna mér til þess að reyna að fá dómara til þess að láta mig gera þetta. En hvernig þetta myndi hug því að ef þú vinnur málið þá er þarna að verða að hætta þessu. Og þetta er örugglega einhverjir 100 milljóna hann undir. Þetta eru milljarðar. Milljarðar, já. Þetta eru milljarðar vegna þess að hvert einasta tjón sem verður svona hjá EHF fyrirtæki sem er í 100% rétti og það er gert viðtækið þeirra, reikningurinn útbúinn á viðkomandi félag og sagt, sett hann í bókhaldið, sagtu virðisaukan og við látum þið hafa greiðsluseðil og borgaðan og við fáum virðisaukan. Svo voru þeir svo tungulangir þessi greið að þú mátt ekki hagnast á viðgerðinni. Hvernig í fjandanum á ég geta hagnast á henni þegar ég get ekki sett reikningin í bókhaldið? Það sem ég ætlaði að segja á, tryggingafélög eru undan því virðisaukaskatti, en að því að þau þurfa að borga tjónið sem er þá með vaski, að þá vilja þau fá þessa peninga tilbaka með því að hvetja þig til þess að innskatta og skila þeim peningum. Þetta er bara svoleiðis. Það er hreint þjófnaður. Sannarlega eru þeir ekki virðisaukaskattsskyldir í þeirri merkingu eins og önnur félög að því leytinu til að þegar þeir gefa út reikning, þá gefa þeir út með virðisaukaskatti. Þegar þú ert að borga tryggingagjaldið þitt eða iðgjaldið þitt þá er upphæð og svo kemur virðisaukaskattur. Þeir þurfa bara ekki að skila þeim virðisauka eins og önnur venjuleg félög þurfa að gera. Hins vegar skilaðu skattinu þegar þeir versla einhvers staðar annars staðar. Þá fer þessi skattur til ríkisins. Þess vegna verið að tala um að þau séu ekki virðisaukaskattsskyld. Það er vegna þess að þau geta ekki nota reikningi sem þau borga inn í bókhaldið hjá sér. Þau bara fá pening inn og eru bara að borga og það er ekki þarna eitthvað svona fram og tilbaka eins og í hinum félagunum í rekstrarfélagunum í landinu. En þeir eru að misnúta sér það og segja að það sé glufa til þess að nota fyrirtækin í landinu til þess að ná í þessa peningum til ríkissjóði. Hvað stendur þetta mann núna? Það er bara komið, það náttúrulega kemur réttarhlé í júlí, verður þetta klárað fyrir réttarhlé eða? Nei, hann náttúrulega að lesa tölvupósta samskipti mín við og eitthvað vel í sumar, hann þarf ekki að dæma fyrir í haust. Já,
kannski að býða menn bakki bara með þetta. Þeir, Vörður var búin að fá 2 vikur í gagnaöflun í engu sjóð, þetta bara þessi reikningur sem var búið til og greiðslusveitli, það ekkert að afla fleiri gagna, nema það að fyrir að verða hálfum mánuði þá skiluðum við inn greinagerð og þá bað Vörður 4 vikur í viðbót í öflun gagna. Já, 6 vikur í afla gagna með 2 seðla. Þeir eru náttúrulega bara að leita að gögnum, það finnast hvergi. Hvaða gögnum? Ég segi það, þeir eru að leita að gögnum. Það er að koma með reikningi frá klettinu sem nefnir það. Þeir enda örugglega með því að bara tala við þig og falla frá þessu. Þeir eru náttúrulega búin að leggja peningi í þetta, verja þig. Já. Þeir fara aldrei, þeir verða að borga með fyrirhöfnina fyrir þetta, það er alveg klárt. En það var svolítið skemmtilegt það sem að dómarinn sagði, þeir vorum að skila greinagerðinni. Og hann snýr sér að þessum lögfræðingi frá, hérna skal ég segja þér verði, hvort það sé ekki borin að sjalla þetta mál. Þá greip ég nú orðið og segi, þetta snýst nú ekki 130.000 krónur, sagði ég. Það er upphæðin sem var strökkar. Já, þetta snýst ekki það. Þetta snýst fleiri milljarða sem að tryggingafélögin ná inn á þessu. Að láta fyrirtæki í landinu sækja peninga á ríkissjóðu og þvoða fyrir sig. Þeir eru bara að bæta tjón og svo þér kemur þetta í örlítið. Þá segi dómarinn og brosti. Já, þú hefur alltaf verið prinsip með aðursturla. Mér fannst það bara nokkuð gott hjá honum. Hefðu, talandi þetta allt saman. Tryggingafélög, neytendasamtökin, bankanir. Við kannski tölum aðeins vexti og eftir, en Evrópusambandið. Hvaða, nú í haust þá vilja menn bara við göngum til þjóðaratkvæðagreiðslu þetta allt saman. Væri réttur þinn ekki betur tryggður í ESB? Herðu, já. Eða þá verður búið að færa þetta svolítið úr landi, ég meina við erum fastari þarna í þessu. Það er alveg, ef að fólk myndi nú, það verður að sækja sig sjálft fréttir ef það ætlar að geta verið með einhverja marktaka skoðun og kosningu þegar það fer að kjósa. Það er alveg ljóst að þegar allt hrundi hérna í heiminum á sínum tíma, 2008 eða hvað það var, þá fór nú Grikkir ekki mjög vel út úr Evrópusambandinu. Nei. Og þeir eru ennþá að súpa segja það, við hafa verið með evru. Ólafur Ragnar Grímsson var nú að tala um það að við erum annað fljótasta landið í heiminum að hafa náð okkur lappirnar eftir kreppuna. Og við hefðum aldrei gert það, við hefðum verið á sama bátnum og Grikkland hefðu verið í Evrópusambandinu. En svo er annað með Evrópusambandið. Það er að liðast í sundur. Það er orðið hver höndin upp á móti annara því að það er orðið fullt af löndur sem vill ekki taka inn alla þessa útlendinga. Evrópusambandið er að sekta lönd fyrir að taka ekki inn útlendinga og þeir eru að átta sig á því að þeir eru að drepa sjálfan sig á því að þessu fjölmenningar kjaftaði sem er í gangi og getur aldrei haldið samfélaginu gangandi að þú ætlar að fara að flytja inn meira fólki heldur en er fyrir. Þá þurrkast bara þitt samfélagi í burtu og það kemur bara annað í staðinn. Og fólk enn að fara að skilja þetta. Og svo eru allir grænu skattarnir og það sem er þar, það er að kæfa okkur. Það er að dreif. Flugfélögin. Já, við getum ekki flogið, við getum ekki fara að ferðast að því það eru svo miklir græni skattar á þessu. Og svo má ekki glemma því að ef við förum að inn, þá náttúrulega gengur það sama yfir íslenska bændur. Við þurfum að fara að kaupa kjöt frá Brasilíu. Þetta er satt. Ég er ekki að bulla með þetta. Þetta er það sem er að gerast þarna. Og þá verður bændastéttin algjörlega aflöguð. Og er það sem við viljum? Nei, ég held ekki. Það er landbúnaðurinn, það er... Svo er svo merkilegt með þetta fólk að það var, ég heyrði fréttum daginn, þá var verið að tala þegar það kemur upp neyðarkrísa.
eins og var hérna, menn fóru í eitthvað í panik þegar þetta byrjaði þarna við Persaflóa, að í Sviss þá voru menn í þessu stóru löndum, þeir eru með sko lista yfir hvað þurfi að vera nauðsynjavörur í svona þegar aðstæður komu upp. Þeir eru búin að skrá kaffi sem nauðsynjavöru. En hvað gerðum við hér daginn? Við vorum með snillingar sem voru ekki tilbúin að laga til hérna niður bryggju þar sem var síðasta víði að mala korn á Íslandi. Nei, burt með það og við flytjum þetta allt inn. Þannig með í Sundhöfn. Já. Það er engin böffur í olíu. Það er engin, og það er nú einhver mörg ár síðan að það var stelpa í framboði í Framsókn. Hún talaði að það væri til 6 mánaða matarperlir í landi með öllu þeim búfénaði sem eru á fæti. That's it. Dekk, nefndu það, eitthvað fyrir skipin og svo framvegis. Við erum öll lifandi í stundinni. Það er ekki núið. Það er núið á að vera eitthvað aðeins meira, sko. Við erum bara lifandi í klukkutíma. Það er ekkert að hugsa framtíðina. Jú, það er allir með eitthvað rosaleg markmið að það langt í burtu, sko. En það er engin með, sko, þá hugsun að það getur eitthvað gerst þarna á leiðinni. Það er ekki þar. Ég vil að setja upp einhverja viftuspaða upp í Bólöldu, hérna upp í Búrfell og þar einhver staðar. Og allar þessar virkjanir sem eru að koma til landsins fyrir hvernig er það. Og svo núna að því að ESB, Svíarnir ætla ekki að ganga inn í ESB. Nei, hérna selja ganga inn í ESB. Það var eitthvað, nei, það var þeir, normenn er ekki það var eitthvað í mokkanum í morgun, ég átti að lesa hann, það var eitthvað. Það var í sambandi við það. Svíarnir ætla ekki að ganga inn vegna þess að þá þurfa að fara að borga rafmagnsskatt. Já. Þeir hættu við að selja rafmagn til Evrópu. Það er ekki svoleiðis. Ég þekki það ekki. Þeir eru alltaf þarna. Þetta var Þeir eru alltaf óvanið þarna inni, en þetta var eitthvað frétt þetta. Þetta er, já, Þorgerður Katrín, hún er hættuleg. Finnst mér, samfélaginu. Hvað varði menna milljarð eða 1,5 eða hvað þetta var sem var hérna sendur hann til Úkraínu? Hver tók við á? Hver tók við þessum peningum? Það hefur enginn sest niður og sagt, Þorgerður, hver fékk tjaka? Og hvað með eftirlit? Það er ekki. Og það er enginn að tala um það að það heyrist ekki í fréttunum hérna, Trump er að tala um að taka sko 20.000 hermenn frá Evrópu. Já, það var eitthvað það, já, í Þýskalandi var hann ekki að... Það var að taka 5.000 þaðan og svo var umræða að koma sko 13.000 hermennum burtu frá Ítalíu. Það er enginn að tala um það. Það bara er ekki múk í íslensku fréttum. Hvernig stendur þú því? Það á að fá okkur til að kjósa það að fara inn í ESB. Ég veit ekki hvað þetta er hjá þessu fólki sem er þarna. Ólafur Ragnar nefndi það núna í einhverju viðtali að það væri nú búið að lent og ljóst hjá Samfylkingunni og síðustu 10 árin hjá Viðreisn að gangi í ESB. Það væri ekkert launungumál. Það er bara innskulu Íslendingar. Til hvers? Ég veit það ekki. En sko, svo verður menn að tala um þessi varnarmáli, við erum með samning við Bandaríkin, varnarsamning, og ég heyrði í einhverju viðtali við Sigrúnu í London og Erik Bergman og einhvern annan að það var í hardtalk þætti úti að þá var það eitthvað að fjalla um ESB og þessi inngöngu og Eiríkur sagði það að hann eftir að sjá það að þjóðin myndi ef menn ætlaði að semja þetta og svona fara fram hjá þjóðinni með þetta að þá myndi almenningur bara berja í borðið og hinga ekki lengra en þá verðum við aftur komin að því sko, hvernig á þá að stoppa þessar ákvarðanir. Og hver ætlar að berja í borðið? Já, hver ætlar að berja í borðið? Er það þeir sem að koma með okkur í olíumótmælinn 2008? Já, akkurat. Það er enginn að fara að berja í borðið.
hugsanlega Er ekki bara stólað á það? Jú, sem er búið að gera hér í áratugi að það er alltaf stólað að almenningur segi ekki nokkuð skapaðan hlut. Það hefur aldrei verið tekin eitt í neinu hérna nema, hvað var ekki, Gúttorslagurinn, 32 og svo NATO hérna mótmælinn á Austurvelli var ekki 48. Við erum að fara náttúrulega svona vitt og breytt í þessu spjall okkar, bara gaman að því að þess að kynna til svona, ég vil að yktum að setna ræða við meira þetta tímabil frá 2008 og eftir það. Það var kannski eitt sem við glemt ykkur. Ertu ekki með einhverjar sögur þar? Ertu ekki með einhverjar góða sögur? Það var nú fleira símiðin eða ekki? Jú. Og ég menna menn voru, þið voru, svo var ég eldur af lögreglu í marga mánuði. Hvað var það? Það var búsáhaldarskýrsla. Já. Það var getið mig þar 33 sinnum. Áttu ekki fók reitt fyrir það eitthvað? Mannréttinda frömmuðar lögfræðingurinn hérna, ég þurfti nú að beita hann fordölum. Hann sagði að ég ætti ekki að fá neina peninga því ég hefði ekki verið hneftur í gæsluvarðhald. En hann sá ekkert, sko það var verið að elta mig út alla trissur og það voru engar heimildir til þess að elta mig. En byrju, varstu svona hættulegur? Hvað okkur voru að elta þig? Ég held þetta bara að vera gamalt einelti, ég var rauðharður í barnaskóla og þetta var bara eitthvað svoleiðis sko. Það var eiginlega bara þannig sem þetta gekk út. Heldurðu það? Já, ég var ekkert hættulegur heldur frekar en Jón á Eyrinni sko. Eru stjórnmálamenn að misnota lögregluna? Ég veit það ekki. Það er ekki búið að koma svoleiðis dæmi upp hérna og það hefur verið gert. Það er tvennt, eða þrennt sem að mér er alltaf minnist þetta sem ég las úr þessari skýrslu. Og það var alltaf skrifað áður en var talað hvað ég væri að gera. Þá kom athugasemd. Sérstu Sturlu Jónssonar á Austurvelli tala við 3 leðuklata mótorhjólamenn. Svo kom athugasemd. Sérstu Sturlu labbi yfir Arnarhól. Svo kom athugasemd. Sérstu Sturlu við Seðlabankann. Það var alltaf þessu nótunum. Ú já, þeir að vera bara vakta þig, vildu vita hvað... Ég var eldur í marga mánuði. Vildu bara vita hvað þú varst? Já. Varstu svona hættulegur? Já, stór hættulegur. Svo prófuðum við einu sinni að, þá vorum við að fá sko á tilfinninguna að sími var í hlera. Það var svo skrítið að lögreglan var verulega oft í starthólunum þar sem við ætlaðum að fara sko. Og þeir gátt ekkert vita það því þeir voru ekki innan okkur því að það var verið að taka ákvarðanir í gegnum síman. Nema það. Ég skildi þá stoppuð við í Ártúnsbrekkunni upp á túni þeim með þessi bílasölundrar. Það eru 11 kvöld. Vinur minn situr í farþegarsætinu og segir, ég ætla að hringja þig. Og hérna segjumst bara við erum að fara að skipuleggja að loka brekkunni hérna. Svo byrjum við að kjafta í síman. Hvernig við ætlaðum að hafa þetta og lægðu þessu bíl þarna og ég set minn hér og svo koma hinn þarna á eftir og eitthvað. Eftir korter. Þá kemur lögreglubíll á stjarnfræðilegri siglinga til Miklubrautar uppeftir. Með bláljós. Hann fer upp á Höfðabakkabrúna, snýrðar við, slekkur ljósin og keyrir tilbaka. Þá fyrstu það staðfest að... Nei, svo fekk ég nú seinna sko að þá var einn vinur minn, hann hérna, það var bara sagt við hann, vertu ekki að segja hvað sem er þegar þú hringir í Sturlu og heldur ekki hvað sem er þegar þú stendur nálægt honum. Það skiptir ekki. Það er að síma þú sett ekki að tala nýjan. Já. Þetta eru talstöðar og það er ekkert mál að fara inn á þar. Hvaða tóll hefur þetta tekið í þessi baráttöld frá 2008? Eða 2004 kannski, ég veit ekki. Hvenær byrjaði þetta svona að vera erfitt? 2007? Nei, þetta byrjar, ég finn á mér veit ekkert hvað það er og get ekkert útskýrt það nema bara í febrúar, mars 2008 þá finnst mér allt vera orðið eitthvað ekki eins og það á að vera. Búin að vera, sko,
byrja sjálfur sem verktaki sko 98. Búinn að vera að vinna í verktakageranum meira og minna frá því sko 82, 4 eitthvað svoleiðis. Og ég fæ bara tilfinningu það að það er eitthvað sem að er enga veginn eins og það á að vera. Sko. Þetta er ekkert hvað það var en svo bara, já, fór út allt að stað. Jú, ég er sjálfsagt skaðaður að þessu að því leytinu til að bara þegar öll bréfin og áreitið heimili hjá mér og var verið að taka það að manni og sýslumannadót, það er eitt sem að tók eftir þetta fólk hjá sýslumannsembættinu. Það er margt að því verulega nasti. Ástæðan fyrir ég segi það er og það er gríðarlega mikið af fólki sem mun alveg taka undir þetta með mér að því leytinu til að þegar að verða að senda út sko bréf sem kemur frá sýslumannsembættinu til þess að sækja á fólk eða stefna því eitthvert eða svo framvegis, bara hvað kallum við þessi bréf? Hótunarbréf, getur kallað það bara hótunarbréf? Stefnur og svona. Já, þetta er sendt út alltaf rétt fyrir hátíðisdag. Hvað það sé viljandi? 100%, ég fékk þetta mörgum sinnum. Þetta var alltaf einhverju svona tímar, það verið að eyðileggja sko, það verið að brjóta þig niður. Brjóta friðinn. Það verið að brjóta þig niður. Þú ert að fara að halda jólin og svo kemur hérna sko nauðungarsölu bréfi heimtíðin á Þorláksmessu. Til hvers í helvítin? Eða daginn fyrir áramótið eitthvað þess áttar, eða fyrir páskana hjá þér eða. Þetta er alveg þekkt. Af hverju í fjandanum þarf þetta fólk að vinna? Ég veit það ekki. Já, þetta hefur náttúrulega breyst. Menn hann oft verið að tala þetta sýslumannsembættinu svo fógetan, menn hann að tala fógetan stundum að hann var tekin úr sambandi þannig 92 og þetta breytist alls saman og þá svona þessi sáttaumleitan er bara horfin og í einhverju mýflugmynd í héraðsdómi kannski. Ég veit ekki, eins og hjá þér núna að síðasta málunu var endan á sáttum, var endan á tala verið sáttum dómarinn. Hann spurði bara lögmanni frá verði hvort það væri búið að renna á sáttum. Ég slökkti náttúrulega því og sagði að þetta snerist ekki 130 krónur. Snerist milljarða í þjófnað og peningaþvætti. Hvað með konuna? Hvernig hún er alltaf búin að standa með allan að tíma? Já. Að lendi þessu öllu og síðan náttúrulega þessi frambóð sem að náttúrulega þú ert að reyna að koma á breytingum. Þetta er náttúrulega búið að taka toll á henni alveg klárlega sko. Já. Ég er sjálfsagt ábyggilega enga veginn þessi maður sem ég var fyrir 2008 sko. Var náttúrulega stjórnlaus gleðipinni sko. Rókur alls fagnaður út allar trissur og gaman að vera með fólki og núna í dag þá er náttúrulega ekki tætt að vera nálægt með því að maður talar það sem er að gerast og það bara fer ekki vel í fólk. Og vinsælt efni. Já, segja sannleikann. Þetta er bara þungt fyrir fólk að sko sjá hvað er verið að gera við það sko, í rauninni. Þegar þú opnar augun og sér að það er sko lamiðaður og brotiðaður allstaðar og við getum tekið svo sem farið hérna í sko að því að það er brotið okkur, við getum ekki einu sinni kosið í landinu því það er allt kolorulegt. Það eru 22.000 kjósendur þetta sem er ekki fulltrúa á þingi. Hvað áttu við með því? Það er vegna þess að það er þröskuldur, einhver 5% þröskuldur til þess að komast inn á þingið. Þannig að þau atkvæði falla dauðið niður, það er það sem þetta meina. Það stenst bara ekki stjórnarskrána. Það stenst ekki það að allir séu jafnir fyrir lögum. Það stenst ekki að þau eru 2 kjósendur í Reykjavík á móti hverjum einum á Vestfjörðum. Skemmtilegt að árið þá átti ég samtal við Sigríði Andersen, þá var hún dómsmálaráðherra og ég fer í þetta fundur í Valhöll, fullt af fólki og ég kem þessu rétt upp hend og kem spurningunni og segi
Ætlar ekki að laga þetta, og dómsmálaráðherra núna. Hún hunsaði þetta eitthvað að svara með, þannig að ég segi fundarstjóri viltu biðja hann að svara mér. Þá svarar hún. Þá segir hún til þess að sko réttlæta allt heila klappið. Þetta var miklu verra sko. Þetta var 4 á móti 1. Það þurfti 4 í Reykjavík á móti 1 á Vestfjörðum. En hún sagði þetta var allt í lagi, núna er það bara 2. Það var miklu skárra. Já, hún sagði það reyndar. Þetta er miklu skárra, það eru 2 núna en ekki 4. Og veist það, lærðu lögmaður, sitjandi dómsmálaráðherra, fannst þetta í lagi. 5% reglan, hún gengur ekki upp og hún var sett á hérna þegar Davíð Oddsson og Halldór Ásgríms voru hérna og sagði að þetta væri til þess að svona óþarfa framboð væri ekki að komast á þingið. Varstu þetta eru? Já, já. Hvers slags líður að þetta eiginlega? Sérðu eftir einhverju? Öllu. Nei, einhver maður. Einhver? Nei, það er ekki hægt maður. Þú veist, þú verður bara að fara í gegnum lífið og tekur daginn bara og klára hann og þú gerir bara það sem þú getur gert úr honum. Meira getur ekki gert og það þýr ekki að lifa með eftirsjá eitthvað á því sem þú kemist ekkert áfram, þú verður alltaf að hugsa sko, ég hefði átt eða hefði getað eða þú bara gerir og svo þetta daginn er búin að verður bara heim og svo tekur næsta dag. Ertu bjartsýnn á framhaldið? Bjartsýnn á Ísland? Hvað myndirðu vilja segja við venjulegur Ísling sem er orðinn þreyttur á stjórnmálum? Ég myndi segja kjósiði flokkana þar sem sagt að þeir séu svo litlir. Minnstu flokkana sem maður er að segja á Rúfa, þetta er svo lítill flokkur. Málið er að þessi litli flokkur sem að Rúf talar og Eiríkur Bergmann hann eða hvað hann heitir og fleiri þvíum líkir. Þegar þú býður fram á landsvísu, þá þarf að vera með 126 einstaklinga á kjörseðlum til þess að bjóða að fara á landsvísu, ekki satt. Og þá spyr ég, hvernig getur 126 verið minni en einhver annar 126? Eftir búsetu? Nei, þegar að segjum bara X-flokkurinn, hann ætlar að bjóða á landsvísu, þá þarf hann að skaffa 126 manns á lista, ekki satt? Svo kemur hérna Q-listinn, hann þarf líka að skaffa 126. Svo kemur D-listinn, Sjálfstæðisflokkurinn. Hann er risastór, en hann er bara með 126. Á lista, ekki satt? Já. Eins og hinni, til þess að geta búið fram á landsvísu, eða ekki? Jú, en... Og hvernig er það þá stærri? Nei, þetta er... Það tala bara um það í síðustu kosningum, hvað menn fengu. Nei, Það kom um kosningum. nei, það var alveg burt sér frá því, það er verið að bjóða fram. Það er allir jafnir. Þá þarf 126 til þess að geta búið fram á landsvísu. Og hvernig getur 126 þannig í Sjálfstæðisflokknum verið stærri heldur en 126 hjá Q-listan? Kjósiði flokkin sem að Rúf áróðursmaskinan segir þessi minnstur og á ekki séns. Þá getur þau farið að sjá breytingar. Þreita, já, samkvæmt samfélagsunni líka. Hendið henni til helvítis, kjósið þetta minnsta flokkin. Og þið ættu að fá breytingar. Já, já. Þetta er bara í 4 ár. Og nýtt fólkin. Já. Þurfum að losna við krabbameinið. Og það er ekki gert nema fjarlæga það. Þetta væri ágætis lokavarð. En vorum við búin að ræða vextina? Nei, það er nóg að taka. Tökum það seinna. Það var að taka það senna. Já. Guðlán Jónsson, ég þakka þér fyrir komuna. Takk fyrir mig sem liðs.